pappi náttúrulega skáld og mamma mín náttúrulega kann öll ljóð og alla texta bara inn og út íslensk og bara hún getur vitnað í og mamma mín sko 85 en hún man þetta allt bara eins og það gerst í fyrradag þannig að það var alltaf haldið að mér ég fikk rosalega mikið svo bókmenntalegt og menningalegt uppeldi því það náttúrulega auður, það andlegur auður þú veist, við getum öll verið milljarðamæringar á andlegum verðmætum og ég náttúrulega elst upp við það þannig að ég byrjaði að skrifa ljóð bara 11 ára og rapptext á sama tíma en á ensku finn ekkert ensku, það var bara algjörð kjafta eitthvað hræðilegt rapp sko en síðan það bara hérna svona kannski 13 ára sem að ég bara hugsa bara af hverju ég að skrifa eitthvað ensku þú veist, ég hugsa á íslensku, tala á íslensku þá sem ég ljóð rapp í saman bara ljóði mín verða bara rappið mitt en ég hef alltaf skrifað líka ljóð bara svona í öðru formi sko en við erum náttúrulega ég og César að bróðum við erum náttúrulega að milljón að djöflast á íslensku það var enginn að því það voru allir á ensku rappararnir voru allir að rappa á ensku sko, á Íslandi voru hverjir voru að rappa á þessum tíma aðrir en þið? Þú veist við fundum svona einn og einn sem átti eitthvað smá það voru Tríó Óla Skans var eitt sem fengu annarsætti eða þriðjarsætti í músitilunum hann og á undan okkur það voru 2 hljómsveitir sem voru hérna bara fyrir 90 en það bara ekkert mikið þannig nefn í ákveðni kreðsu þeir voru kringum reif kreðsuna þar sem að menn voru að starta partíum bara hinga og þangað það var hljómsveit sem heit Acid Juice og hljómsveit sem hét veitu maður verður að muna þetta Acid Juice hét önnur og hinn hét Amma með tennundarnas afa og amma með tölvunars afa ég held að það nota bæði en til að fólk tengi eitthvað við þetta þá sem sagt í myndinni sem hét Veggfóður þá var lag eftir ömmu með tennundarnas afa sem heit Kinky þeir áttu lag þar og að rapparinn í Acid Juice sem var bara stáleðilega breiðhólsdútar var Beggi Soldug Nei, var hann að rappa? Já, hann var og grimmur sko. Þetta var gott gengi svo fór hann alltaf bara í ræsið, tónlistilega nei, þeir bara voru að þessu svona tíma og bara mjög skemmtilegt og töff en síðan svona komum við það svolítið niður þannig að það svona en síðan náttúrulega stofnuðu við fullt af hljómsveitum sem að sko áður 96, 97 eitthvað svona það var Geðdeild 33C Super Syndical sem voru Kalli og Maggi sem voru Subterranean og röppu á ensku með Subterranean sko en við gerum bæði í Super Syndical og já þannig að það var svona þú veist einn og einn en þú veist það var ekkert mikið að gerast sko Nei.